Ég ætla að fjalla svona íþróttastarf á Íslandi og ég ætla að setja það í svona frekar vítt samhengi og svara kannski svona 3 spurningum. Ég ætla að vera að skoða og fara yfir þátttöku í íþróttum á Íslandi í dag. Það kannski fyrsta, í öðru lagi hvaða áskoranir og jafnvel hættur leynast á næstu misserum fyrir okkur sem við þurfum kannski að íhuga og taka umræðunum. Og í þriðja lagi, hvaða tækifæri felur framtíðin í sér og hvaða þessir þættir hafa áhrif á íþróttastarf barna og unglinga í framtíðinni. Já, og á þessum fundi þá koma 2 góðir gestir. Við erum annars vegar með Gunnar Valgeirsson, prófessor í Kaliforníuháskóla, sem er að kenna félagsfræði þar, sem ætlar að koma aðeins og segja okkur frá skipulagi íþrótta í Bandaríkjunum. Einnig verður Stefán Arnarsson, handboltaþjálfari, með okkur. Hann er nýbúinn að gera kvennalið fram að Íslandsmeisturum í handbolta. En það er svo skemmtilegt að hann er að vinna svolítið með þessar áherslur. Hann er bæði að vinna með íþróttir að vera heilbrigðar og uppbyggilegar og vinnur þannig með leikmennina sína, en hann er einnig afreksþjálfari. Þannig að hann er að samþætta þessar 2 stefnur sem ég er að tala í unglingastarfinu okkar, uppeldi og afrek. Þetta fer saman og þetta jafnvægi sem við erum að ná í íþróttunum og hann er kannski gott dæmi um það og segir okkur aðeins frá því.